það var áhugavert svona að fylgjast með þessi frétt fór auðvitað á mikið flug og við tökum eftir því bara á mælingum að þetta var nú einn mest lesna fréttin okkar þessa vikuna en aðrir fjölmiðlar snertu ekkert á þessu fyrir en hálfum sólarhring síðar má segja, þá byrtu allt í einu allir fjölmiðlar þetta og þá var reyndar búið að fá það staðfest á lögreglu að lögreglan hefði farið í aðgerð með sérsveitinni og fundið þessar byssur sem reyndust sem sagt, svona hágæða eftirlíkingar og það lögbrot, það brot á byssu löggjöfinni að vera með slíkar eftirlíkingar þannig að þetta sakamál þó að það sé ekki eins alvarlegt og fyrst var talið en maður tekur eftir þetta veldur miklum óhug og það náttúrulega kannski það alveg eðlilegt að sérsveitin mæti á svæðið því að þegar að menn að sveifla svona replikabyssum úti í almannarými þá það bara skýrt og klárt lögbrot og lögreglunni ber að fara og almenningur sem sér þessar myndir auðvitað tengir þetta kannski ég get svona ímynda mér að þetta veki upp svona hugrenningatengsl við þær fréttir sem við fáum úr nágrannalöndunum það sem að til dæmis í Svíþjóð sem að sögð vera orðin murder capital of Europe það sem að skotist upp tíðni skotárása og sprengjuárása á undanförnum árum sérstaklega og 85% af þeim skotárásum eru sem sagt framdar af mönnum með erlendan bakgrunn sem sagt annarkvort innflytjendum eða afkomendum innflytjenda það tölfræðin sem ég hef verið að sjá víða og einnig líka reyndar að 85% af gengjameðlimum í Svíþjóð eru með erlendan bakgrunn og annarkvort erlend ríkisfang eða sem sagt erlenda foreldra eða eru sem sagt afkomendur innflytjenda og þetta auðvitað búið að vera mjög skuggaleg þróun í Svíþjóð sérstaklega þar sem að Svíjar að horfa upp á að fara úr því að vera eitt friðsælasta fyrirmyndar velferðarríki veraldar í það að vera einhvern veginn drekk sýrt af gengjaglæpum og skotárásum og sprengjum þannig að það skal engar undra að íslenskur almenningur hafi sopið kveljur við að sjá slíkar myndir þetta svona það svolítið ótta, maður svolítið wow, ok, þetta gangi bara þetta það sem að gerast og sérstaklega áður en við vitum að þetta séu replikur eða eftirlíkingar á byssunum að þá eru brúst og ég veit ekki það sem að vakti samt aðal áhuga minn og ég svona bara af einskjæri forvitni þá velti ég fyrir mér að því að ef þetta eru flóttamenn sem eru tiltölulega nýkomnir frá Gaza sem að það sem búið að ríkja skelfilegt ástand síðan 2023, október 2023 í 2 ár og þeir komu hingað fyrir, hvað var þetta, hálfu ári eða ég veit ekki hvenær var þetta. Þetta allavega ekki meir en ár. Já, að þá þessum mjög áhugavert þetta með luxusbíla og mótorhjól og jafnvel svona replikabyssur. Hvað komast þeir í? Ég vissi ekki að en mér hefur bent á það að það séu fjölmargir gasabúar sem að séu vellauðir. Ha? Já, það var einhver sem sagði mig það í gær en ég svona, ok. Flóttamenn sem eru ríkir? Já, það getur náttúrulega, ég skil alveg að það ætti að vera ríkur á Gaza, það er náttúrulega að heimfara þann pening yfir á Ísland, þá er það. Já, einmitt, og vera einhverjum 10 milljón krónar lúxusjeppum. Það, vámaður, ég næ því ekki alveg, sko. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengt, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.